Við þökkum okkar yndislega og stórkostlega tónlistarfólki fyrir. Það nú ekki slór að hafa svona lið í húsinu. Haha. Þakka ykkur innilega fyrir þetta. Þetta var flott, meir en flott. Þetta var Við erum náttúrulega með tómt hús hjá okkur á öðru leyti, heldur en hópin okkar sem nú að stíga af sviðinu og tækni fólki okkar sem inni. Og mér langar þess vegna að tala að sjálfsögðu til þeirra sem hér eru, þessa örfáu, en líka til þín sem heima er. Og það á svona tímum eins og þessum, COVID-tímum, nú erum við vongóð, að sjálfsögðu erum við von betri núna, von á væntanlega bóluefni, þó sumir óttist það er svona handleikur, förum ekki þangað núna, að þá vonin aðeins að rísa hjá fólki. En það breytir hins vegar engum það að sumir hafa nú þegar farið mjög illa út úr COVID, jafnvel mist ástvin, veikst, og eftirköstin eru mikil. Það verið að reyna að ná því upp til heilbrigðis af ný. Sumir hafa mist vinnuna sína, tekjutap og svo framvegis, og það allt þetta. Og þetta ofan á allt það sem venjulega í gangi í lífi okkar og í heiminum. Þannig að þetta kallar á svona alveg auka þrótt hjá okkur, auka kraft hjá okkur, auka úthald, auka trú. Og mér langar aðeins að tala það í dag, þetta með trúna, það að segja á hvern við sem trúum leggjum okkar traust. Jesús sagði, hann sagði eitt sinn, hann sagði náttúrulega margt, en einu sinni sagði hann, sjá ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Það þýðir það að hann fer aldrei. Það eru sumir sem óttast að Jesús Kristur yfirgefi. En hann yfirgefur ekki. Hann sagði, ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Ég alltaf til staðar. Og það, við sem trúum á Krist, það á hann sem við leggjum okkar traust. Og mörg ykkar sem eru að hlusta, gerir það sama. Þeir eigi þessu trú og þeir leggji traust ykkur á Jesú. Svo eru aðrir sem hugsanlega að hlusta sem að gjarnan vilja geta treyst Jesú, en veit ekki hvort það sé hægt og jafnvel ekki viss hvernig þetta allt saman virkar. Svo eru aðrir sem náttúrulega bara að hlusta á kannski á forvandi. Ég vona að þið séu sem flest og þið trúi bara alls ekki á þennan Jesú sem við erum að leggja okkar traust á. Það gott, hlustun til enda. Mér langar að eyða smá stund, taka smá tíma og aðeins að reyna að sýna okkur með svona hlutum og staðreyndum úr heiminum hver þessi Kristur sem við trúum á, hverjum við treystum. Og ef þú átt erfitt með að treysta á hann, þú sem trúaður samt sem áður, en þú átt erfitt með að hvíla í því hvort að hann geti, vilji og muni hjálpa þér og svo framvegis. Því það er margir sem berjast við það, að þá langar mig að byrja sérstaklega vel að hlusta. Ég ætla að byrja að grípa niður í Hebreabréfið, 1. kafla, bara örstuð þar, hlustum. Guð talaði fyrrum, þar sé áður fyrr, oft sinnis og með mörgum móti til feðranna fyrir munn spámannana. Þarna verið að segja, Guð hefur í gegnum tíðina oft talað. Hann hefur sagt hluti í gegnum spámennina sína og á ýmsar hátt. En núna, á þessum tíma, í lok þessara daga, hefur hann til okkar allra talað í syni sínum, Jesú Kristi, sem hann hefur gert að erfingja allra hluta. Með öðrum orðum, það eitthvað í Jesú sem Guð að segja okkur mannkyninu. Það eitthvað með honum í orðum hans, í athöfnum hans, í verkum hans, sem að Guð að segja, hlustið á, þetta sonur minn, hér eitthvað sem þið þurfið, sem ég vil að þið eignið sem þið viljið hafið, það lífið sjálft. Svo segir, fyrir hann, þar sé fyrir Jesú Krist, hefur hann líka heimanna gjört. Þar sé hann hefur skapað heiminn og allt sem í honum hann hefur gjört það fyrir hann. Hann, Jesús Kristur, ljómi dýrðar hans. Þar að segja, hann sýnir okkur hver faðurinn
við notum þetta, við segjum þetta oft, þessi nú bara alveg eins og pappans, eða þessi alveg eins og mammans, og mamminar og svo framvegis, og svo tölum við það hvað ykkur líkist einhverjum foreldurum. Jesús líkist Guðföðurnum, þeir eru alveg eins, hann ljómynd dýrðar hans og ímynd verið hans, og nú koma síðustu 5 orðin sem langar að leggja áherslu á og tala og hann ber allt með orði máttar síns. Hver? Kristur, hann heldur öllu saman með orði máttar síns. Það að segja, Guð sjálfur með, þegar hann talar, munið eftir í Jóhannesar Guðspjallinu segir að orðið var hjá Guð og orðið var Guð. Þetta orð, þetta talaða orð sem sköpunarmáttur Guðs, að Kristur heldur öllu saman, öllum heiminum, og ég ætla að sýna ykkur svolítið úr þessu, fyrir orð máttar síns. Hugsið ykkur. Hann heldur þínu lífi fyrir orð máttar síns. Þú þarft ekki að áhyggjur, jafnvel þú sért að ganga gegnum dimman dal og þú búin að berjast í langan tíma. Hann hefur ekki farið, hann hefur ekki yfirgefið, hann ennþá þar og hann heldur öllu saman. Hann gætir, hann passar. Þú kannski spyrji, af hverju ekki allt í lagi allstaðar? Hann hefur ekki yfirgefið og þó sért að fara í gegnum dauðans dimma dal, þá muntu koma út hinum með því að hann með. Og hann gætir, hann heldur öllu saman. Þetta ótrúleg fullyrðing í Biblíunni að Jesús Kristur haldi öllum heiminum saman. Og nú ætla ég að segja ykkur nokkra staðreyndir úr heiminum sem við ætlum að spegla þetta í. Við Stanford háskóla í Bandaríkjunum til rannsóknarmiðstöð sem heitir SLAC, S-L-A-C, stendur fyrir Stanford Linear Accelerator Center. Það öreindarhraðall. Öreindarhraðall, þessi til dæmis, hann rúmur 3 kílómetrar á lengd. 3 kílómetrar á langur öreindarhraðall og þið vitið út á hvað hann gengur eða ekki, þá ætla ég að segja ykkur það. Hann gengur út á það að sprengja atómið, að skoða hvað innan atómsins sem að við lengi vel töldum smæstu einingunni í öllu efnislega heiminum, en innan atómsins eru síðan nifteindir og róteindir og þeir vilja sprengja þetta allt saman upp í þessum rafeindarhraðli, þannig til víðar í heiminum, til þess að skoða og rannsaka hinn efnislega heim. Þetta athyglisvert. Ef þeir geta það og skoða þetta, sem þeir eru að gera, þá kemur ýmislegt til ljós. Vísindamenn, hlustið nú hér, þetta stórkostlegt, vísindamenn sem vinna við þennan öreindarhraðal í Stanford, þeir eru búin að uppgötva flækjustig sem þá dreymdi ekki einu sinni áður en þeir byrjuðu. Þeir eru nefnilega búin að finna núna agnir og þeir get ekki nógu hratt fundið upp og láta sér detta hug ný orð til að lýsa eða nefna þessi agnir einhverjum nöfnum. Þeir eru með róteind og nifteind og svo kom bara fleiri agnir og það endalaust af litlum ögnum sem að þeir eiga bara ekki nöfn yfir. Eitt þó, og hlustiði, þetta lykillinn, eitt það þó sem þeir reka sig stöðulega á í þessum rannsóknum. Og það að það einhver undarlegu kraftur sem heldur öllu þessum litlu ögnum saman og atómunum saman. Þeir vita ekki hvað þeir að kalla þennan kraft. Þeir geta ekki sett fingur sinn á hann. Þeir vita ekki hvernig þeir að finna hann og þeir geta alls ekki skilgreint hann. Og hvað haldið þeir kalla hann? Þeir kalla hann kosmískt lím. Þeir segja að í heiminum öllum kosmískt lím sem heldur öllu efni saman. Veit ekki hvað það í smæstu einingunni. Veit ekki hvað það en það kalla það kosmískt lím. Speglum þetta núna í því sem ég var að lesa áðan. Í Biblíunni þetta lím kallað Jesús. Biblían sagðir, Kristur heldur öllu saman með orði máttar síns. Hann segir verið og það Hann sagði verði ljós og það varð. Hann skapar, hann heldur, hann varðveitir sköpun sína með orði máttar síns. Þetta segir Biblían okkur. Ég skil alveg að það séu vísindamenn sem ekki eru alveg tilbúin að skrifa undir að þetta sé Jesús,
ég skil það, við komum aðeins að vísindamönnum og trúnni á eftir, en hvað sem öðru líður, þetta það sem að við trúum, sem á Krist trúum, að sé mátturinn í himingeimnum, í veröldinni, sem heldur öllu. Það sá sem skapaði, sem síðan heldur. Og veistu hvað, það á þennan sem heldur öllu saman, sem þú leggur traustið. Hann getur, hann kann, hann vill, honum ekkert megn, ekki neitt. Hann heiti Jesús. Hann heldur alheiminum saman með krafti orðsins. Þetta á ekki aðeins við efnisheiminn, þó að það sé verið að tala það í þessum öreinda-hraðli. Þetta þarf að segja líkam okkar og hinn efnislega heim sem við sjáum og snertum. Þetta gildir líka aðra krafta alheimsins. Andlega krafta, sálræna krafta, félagslega krafta meira að segja. Þar hann. Þar hann. Það gott að treysta á hann. Hlustum á þetta. Þegar ég horfa á himinin, þetta Sálmur 8. Þegar ég horfa á himinin, verk handa þinna, tunglið og stjörnurnar. Við sungum það áðan, allur alheimurinn, tunglið og stjörnurnar, beygja kné sín og tilbiðja hann og lofsyngja honum. Allur heimurinn undir honum og þegar ég horfa á hann, verk handa þinna, tunglið og stjörnurnar sem þú hefur skapað, hvað þá maðurinn þess að þú minnist hans? Þetta svo stórt. Þetta svo mikið, þetta svo undursamlega víðáttum mikið að hugur okkar takmarkaði hugur næri ekki utan það. Hvað þá maðurinn að þú minnist hans? Hvar erum við? Við erum peð í þessu litla, í þessu stóra heimi, pínu lítil. Hvað mannsins barn að þú vitir hans? Þú skapaðir heiminn, þú sagðir verði og það varð. Þú heldur þessu öll saman í mætti þínum. En samt getur þú komin og sagt Halldór, Sigga, Gunna, Jón, Pétur. Ég þekki þig með nafni. Ég þekki þig með nafni. Þrátt fyrir mikilfengling minn. Þú lést mannin verða litlu minni en Guð. Með sæmd og heiðri krýndir þú hann. Þessi Guð sem á allt gerði og öllu heldur saman með valdi sín og mætti, hann krýndir þig sem sköpunina litlu lægri en hann sjálfur Hugsið ykkur. Þetta stórkostlegt. Sumir vilja meina það að vísindin afsanni tilvist Guðs og það sé ekki hægt að trúa á vísindin og síðan á Guð. Og sumir vilja meina það, sumir segja jafnvel að það engin alvöru vísindamaður sem trúir á Guð. Það ekki rétt. Ef þú trúir því þá þið bara leiða þetta hér og nú. Það fjöldi alvöru vísindamenn allan heim sem trú á Guð. Já, þú trú bara Guð að skapa, þú trú ekki á mikla kveld. Jú, ég trú alveg á mikla kveld. Ég trú bara á hann aðeins öðru sér heldur en kannski vísindin leggin upp, en þær ennþá að leita því þið viti ekki hvað gerðist og hvernig þetta var og svo þeir með tilgátur. En ég trúi því að Guð hafi sagt, verði ljós og kvellurum var til. Hans rödd ekkert eitthvað hvísl, verði ljós. Hann talaði og það þrumaði og heimurinn byrjaði að þenjast út og hann ennþá í útþenslu, hann enn að skapa, takk til því. Vísindamenn segja að heimurinn enn að þenjast út. Já, ég trúi því líka, hann enn að þenjast út. Af því að Guð enn að skapa. Þegar ég var 8 ára gamall, þá lá ég í snjónum heima á Selfossi, bjó á Selfossi þá. Lá út í garði, það var rétt fyrir kvöldmat, það var miðan vetur, það var komið myrkur og ég var að búa til svona englamyndir í snjóin. Það var algjörlega stillibjart og heiðskýr himinn og það voru enn færri ljós á Selfossi heldur en Reykjavík og á þessum tíma þegar ég var 8 ára, þá voru enn færri heldur en í dag. Það var myrkur og ég sá stjörnurnar og ég sá himingeiminn og ég lá þarna og það sem ég var að búa til englamyndina í snjóin, þá tók ég eftir ég hægði á og svo lá ég alveg grafkyrr og ég horfði upp í himingeiminn og hugurum fór af stað
og ég fór fram hjá þessari stjörnu og lengra og hugurinn var að leita eftir í hvað get ég farið langt og sé þetta fyrir mér að hvar endar þetta einhvers staðar og það kom að því að ég náði ekki, þessi litli Polli 8 ára, ég náði ekki að hugsa lengra ég bara þetta of stórt ég náði ekki utan það, ég svo endanlegur í minni hugsun að ég náði ekkert út fyrir þetta sem var svona virtist óendanlegt og það til þess að við áttum okkur á þessum óendanlega þá langar mig að gera nokkuð sem ég hef gert sjálfur í mitt líf reglulega núna í gegnum árið. Mér langar að gera núna með ykkur því að það langt sem ég hef gert það. Ég var að tala með Jóa, vin minn og bróður hér í kirkjunni núna í gær fyrradag og það var eitthvað sem hann sagði sem kveikti á þessu hjá mér og mér langar að rifja það upp með okkur. Og byggur hlusta vel. Nú þarf ég að glugga þessi ný vegna þess að þetta eru svona tölur sem að ég þarf að fara rétt með. Við erum að tala það hversu stór og mikill Guð sem skapaði heiminn og heldur honum saman. Hlustið á þetta. Ljós, og þetta vitum við flest, ljós ferðast á 300.000 kílómetra hraða á sekundu. Á einni sekundu. 300.000 kílómetra er ljósið búið að fara. Vitið hvað það langt á einni klukkustund? Það er 1.080.000.000 kílómetra á klukkustund. Þetta er bara hraði ljósins. Hann er að ferða svona. Getið ímyndið ykkur þegar Guð segir, verði ljós! Og ljósið kviknaði á 300.000 kílómetra hraða. Það var hvellur. Við erum að tala það þegar þotur fara á hljóðhraða, þá heyrist hvellur. Þær fóru á hljóðhraða einhvers staðar yfir París einhvern tímann fyrir ekki svo löngu síðan. Það var kvartað við erum á Akureyri, þar voru ekki einu sinni að fara í hljóðhraðan þar. Það var bara skella sér upp úr. Það er alveg feiknalegu hvellur. Við köllum það mikla hvell. Og heimingin þenst út og ljósið þenst út, fleygist út í heiminin. Hið óendanlega á 300.000 kílómetra hraða á sekundu. Eftir klukkustund það búið að fara 1.080.000.000 kílómetra. Náum við utan þetta. Það er alveg á mörkunum. Tunglið okkar 382.400 kílómetri í burtu. 382.400, það er tunglið sem við sjáum hérna þegar það skín sem skærast hjá okkur. Ef við setjumst nú upp í flugvél, segjum bara við setjumst nú bara max-tóttunnar konar í gang aftur og við mögum fara upp í þær og það er allt komið í lag með þær og við ætlum að fljúga til tunglsins. Þá segir ég bara taktu með þið nesti, maturinn í vélunum mun ekki endast, það tekur 19 daga að fljúga til tunglsins á 800 km hraða eins og þess að þú geta flogið. Ljósið fer milli jarðar og tungls á 1,3 sekundu. Sjáu þig, það er alveg feiknarhraði á þessu ljósi. Sólin okkar, hún aðeins lengri í burtu heldur en tunglið. Tunglið var 382.400 kílómetra. Sólin 148.800.000 kílómetri í burtu. Það er sólin okkar. Í okkar sólkerfi. Nú þarftu að taka ennþá meira nesti. Þú fer upp í max-þóttuna hérna upp á velli og flýgur stað. Það mun taka 21 ár að ná til sólarinnar. Ljósið fer milli sólar og jarðar á 8 mínútum og 20 sekundum. 8 mínútum og 20 sekundum. Nú fyrst byrja ballið. Því þetta er okkar sólkerfi. Hvaða stjarna það sem næst okkur eftir sólina? Stjarnan sem við sjáum á himnum og hún það sem næst okkur. Hún ekki lengst í burtu, hún bara nálægt okkur. Bara mjög nálægt. Eða þannig. Næsta stjarna við sólina 4,3 ljósár í burtu. Það að segja, það tekur ljósið 4,3 ár að fara frá þeirri stjörnu til okkar. Þannig að þegar þú sérð hana, þá getur sagt, já, þessi stjarna fór af stað fyrir 4,3 árum síðan. Þetta ljós sem ég að sjá núna,
það gerist ekki svona, það 4,3 ár síðan að lagði af stað til mín. Já, rosalega lengi á leiðinni. Nei, ekki ef þú hugsar það, að það fer á 1 milljarði og 80 milljón kílómetra hraða á klukkustund. Og það tók samt 4,5 ár. Þetta bara, hvar þetta? Þetta svo óendanlega stórt og langt í burtu. Ég reyndi að reikna út hvað það væri fyrst að fór 1,80 milljón kílómetra klukkustund ljósið, hvað það fær út, hvað hraðinn væri á þessu. Sinnum 24 sem sólarhringurinn, sinnum 365 sem árið, sinnum 4,3 ár. Sjáum hvað búið að ferðast langt. Ég var bara svo vísindamaður í Stanford. Ég hafði ekki heiti yfir þetta, eitthvað tölur, ég gæti ekki lesið nullinn. Þetta var bara búið fyrir mér. Nú ætla ég að reyna að setja þetta í samhengi, svo við áttum okkur á hvað við erum að ræða um. Ef að í þessari stærðagráðu sem við erum að ræða um, ef að sólin eins og fótbolti, ef að sólin í þessum fjarlægum sem vorum, ef við geta minnka hana niður í stærð á við fótbolta, og jörðin eins og hausinn af þessum títuprjón sem ég með. Já, hvað, sér það ekki? Ég með títuprjón og hérna haus, nú klappa ég ofan á hausinn á títuprjónum. Það stærðar hlutföllin. Sólin eins og fótbolti og jörðin eins og títuprjónshaus. Hvað þá langt á milli fótboltans og títuprjónshausins? Það ekki nema 26 metrar. Það bara ekki svo hrikalega langt. Já, í ljósi stærðarinnar þá það slætti. Hvað þá langt frá títuprjónshausnum að þessari sól sem ég var að tala um á hann sem 4,3 ljósar? 30 metrar, 40 metrar, 50 með 100 metrar? Akureyri? Nei. 6.400 kílómetrar í burtu sá fótbolti. 6.400 kílómetrar, það fjarlægðin sem við erum að tala um. Ég ætla ekki að biðja ykkur að fljúga til þessara næstu stjörnum við sólina. Ég held ekki einu sinna, matur myndi náttúrulega alls ekki duga, en ég held að við myndum bara heldur ekki duga. Því það myndi taka þig í flugvél frá Icelandair, Max flugvélin 800 km hraða á klukkustund, það myndi taka þig 51 milljarða ára að fljúga á þessa sól, þessa stjörnu. Hvað þetta langt? Hvað þetta stórt? Hvað þetta hrikalega mikið? Ljósið fer hins vegar bara á 4,3 árum. Við þurfum milljarða til þess að komast þarna inn. Ef við taka þetta aðeins lengra, ef við taka þetta þangað sem að litli kallir 8 ára í snjónum týndi himingeimnum, týndi sjálfum sér, hugurinn áður ekki utan um það. Við erum ekki enn búin að minnast á að það milljarðar vetrarbrauta annarra en okkar þarna úti og, hlustið á, sumar þeirra geta verið 650 milljón ljósár í breidd. Ég verið að vikina, ég næ bara ekkert út úr þetta. Þetta bara tölur og ég segi, wow, þetta rosalegt. En hann heldur öllu saman með orði máttasins. Öllu. Hann veit nákvæmlega hvað hann gerði og hvað hann sett af stað. Hann heldur í öllu saman, hann varvitur að gætir þess og það heldur áfram að þennjast já. Og það alveg sama hvað langt og hvað stórt og hvað mikið og hvað margt. Hann með þetta. Og ég ætla bara að segja við þig, ef hann með þetta, þá hann líka með þig. Það ná í títuprjónum minni aftur. Setjum þetta í samhengi. Hérna jörðin. Við ætlum að skoða það betur. Já, hann Ísland. Sé Ísland núna. Reykjavík. Og hérna í þessari götu í Reykjavík þú. Þú gjörsamlega í þessum stóra heimi. Þú sést ekki einu sinni. Þú minni en peð.
og hann búinn að skapa þig eins og sig í sinni mynd. Það algjörlega, elsku vinur, ég veit að það auðvelt fyrir mig að segja þetta, en ég ljósa þessara hluta að segja, ég veit nú ekki hvort ég get treyst honum því að, hann kannski ekki nógu kröftugur til að hjálpa mér. Hvað þá heldur þú segir, það engin Guð til? Hér ertu. Að flengjast heiminn á jarðarkringlu sem svo pínu lítil. Að það tekur 51 milljarð að fljúga til næstu stjörnu utan sólarinnar. Og þú getur fullyrt, það engin Guð til. Hvernig veistu það? Nei, þú nefnilega veist það ekki. Þú finnst að trúir því ekki. Það sé til, þú trúir þetta sé til orðið öðruvísi og það eini munurinn, ekki kannski eini munurinn gagnvart þessu að við byrjum, þeim sem trúum, Guð og hann skapaði. Það hönnun, sköpun, hugsun á bakvið þetta allt. Það þarf, ég segi oft, sá sem ekki trúar á Guð miklu trúari maður heldur en ég. Því það þarf alveg óhemju trú að trúa að þetta hafi orðið til fyrir tilviljun. Það þarf alveg óboðslega mikla trú. Alveg sama hvað vísindi segja þér. Því vísindi segja mér líka alveg að Guð gerði þetta. Í ljósi þessa bæn AA-manna svo falleg og svo góð. Guð, hjálpaðu mér að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Kjart til að breyta því sem ég get breytt og við til að greina hann á milli. Ég get ekkert allt. Hjálpaðu mér að skilja muninn. Hvar ég get tekið til og hvar ekki. Hvar þú verður að koma og hjálpa og grípa inn í. Eftir upprisuna sagði Jesús við lærisveinana, allt vald mér gefið á himni og jörðu. Allt vald. Það ekkert, honum ekkert megn. Því það sem vísindamenn kalla kosmískt lím, segir Biblían, hans máttur sem heldur efninu saman og öllu í heiminum. Hugsið ykkur, þetta okkar Guð. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir megum aðeins rifja upp staðreyndir lífsins og heimsins, Drottinn minn, heimingeimsins og örendana og spegla það í þér, Drottinn minn, hver þú ert sem skapari, sem almáttugur Guð. Og við komum núna fram fyrir þig og við segjum, við erum smá, við erum lítil í stóra samhenginu, en samt erum við augasteinnið þinn. Við erum lítil, við erum smá, við erum ósýnileg í þessum óboðslega flæmi himingeimsins. En samt sem áður komst þú, þekkir nafnið okkar, getur nefnt okkur með nafni, þú kemur og deyr fyrir okkur og leggur lífið í dauðan til þess að við mættum eignast andlegt líf og eilíft líf að lokum. Drottinn minn, við þökkum þér. Þetta undursamleg náð, þetta undursamleg miskunn, svo miklu stærra og meira heldur við fáum nokkuð tíma skilið og þakka þér fyrir. Drottinn, ég bið fyrir hverjum sem að hlusta, að þú grípir inn og þú samfarir með anda þinn. Að það enginn sem getur tapað á því að leita til þín. Taka skrefin, leita til þín. Enginn mun tapa á því. Að þú ert að hlusta, þið langar til þess að leggja lífið þitt sérstaklega fram fyrir Guð, þá biðið bara að biðja á eftir mér, hljóðið ef þú ekki getur beðið upphátt, en það betur upphátt ef þú mögulega hefur tök á, bara svo þú heyri þínu rödd segja þessu orð. Himneski Faðir, lifandi Guð, ég kem fram fyrir þig og ég játa að ég skil ekki allt.
Ég kann ekki allt. En ég þarfnast þín. Ég þarfnast þess að þekkja þennan Guð sem allt þetta bjó til. Hvort sem að fer inn á við, hvað stórkostleg sköpun þar eða út á við út í himingeiminn, hversu stórkostleg sköpun það Ég þarf að þekkja þig og ég bið að koma inn í líf mitt. Þakka fyrir að þú fyrirgefur mér syndir mínar. Allt sem ég gert rangt. Þú hjálpar mér í veikleikum mínum, reisir mig við. Ég bið fyrir mér og fjölskyldunum minni að við mættum eignast þetta líf og geta lagt okkur og traust á þig og þínar herðar. Því þú ert svo sannarlega þess verður að treysta á. Amen. Guð blessi þig, elskunar, og þakka fyrir samverun í dag, þakka fyrir að vera með okkur og við sjáumst aftur eftir viku. Amen.